Verkefni 1. Þegar við breytum spássíum í skjali þá skiptir ekki máli hvar við erum stödd í skjalinu og við þurfum ekki að setja allan textan í blokk eða velja hann allar, heldur bara að staðsetja okkur einhvers staðar. Við förum hérna í layout og page setup og ég ætla að breyta hér í 2 cm allt í kring. Það breytist bilið fyrir ofan og neðan textan og vinstra og hægra megin við hann. Og ég ætla að setja fót á skjalið, setja sjálfur blaðsíðunúmer í fót. Þá fer ég hérna á insert og ég ætla að fara í footer. Ég fer í edit footer og fer hérna í number format. Það velja hérna current position og plain number 1. Og til að miðja þá get ég annarkvort farið hérna home-klippa og miðja, en flýtiskipun fyrir miðjun er Ctrl og E. Og því smelli ég hér til að fara aftur í skjalið og ég ætla að merkja þessa fyrirsögn með heading 1, fyrirsögn á fyrsta þrepi. Síðan ætla ég að afmarka textan hér og setja þau sem sagt í blokk og ég ætla að raða þeim í stafrófsröð. Ég tek ekki eftirmerki fyrir neðan, svo þið tækið eftir þá er ég með kveikt á eftirmerkjunum, hérna, paragraph marks. Hér er A til Z eða sort og það er bara efnisgreinar, það er engin fyrirsagnarlína þannig að það hraka hér við no hetero og hér raðast þetta frá A til Ö. Þá kemur þetta svona. Og ég ætla að setja áherslunúmer á löndin. Það er hér, numbering, þau koma vinstri stilt, það er að segja 9 kemur hérna fyrir ofan 1. Til að breyta í hægri stillingu, fer ég hér í öruna niður, og vel define, new number format, og hér vel ég right í staðinn fyrir left. Sjá, þá kemur þetta hérna svona. Og ég ætla að hafa bil á eftir, bil á undan eða á eftir, þá fer ég hérna í paragraf og ég byrja á að taka hakið af hérna og vel hér bil á eftir 3 punktar. Ég þarf að skrifa 3, af því ef ég fer hér þá hleypur það á 6, þannig ég skrifa 3 og þá sjáum við að það kemur aðeins meira bil hérna á milli. Og ég ætla að vista og svo sýni ég ykkur í öðru myndskeiði hvernig við setjum neðanmálsgrein.